Og þessi einkenni, almennu slappleiki og þreyta, það svona það sem fólk kvartar. Þetta getur gerst hægt og rólega, þannig að fólk kannski, þetta læðist kannski pínlítið aftan að fólki. Ef það safnast fyrir vökvi líkamann, þá kemur bjúgur. Einhverjar spurningar? Getur komið bjúgur á fætur gjarnan, sérstaklega á kvöldin. Það er það sem fólk fer að taka eftir. Sinadráttur, vöðvum, fólk fer að finna fyrir vöðvakippum og sinadráttum. Léleg matarlist, þetta kemur svona undir lokin. Listin er ekki eins góð og eitthvað sem manni fannst mjög gott einu sinni, mann langar ekkert í það lengur. Það getur komið breytt bragðskyn og í bókunum stendur það sé svona járnbragð af matnum, en ég heyri oftar kannski þurrt bragð eða breytt bragð eða bara ekkert bragð. Þannig að bragðið getur breyst. Einbeitingin getur farið eða minnkað, erfiðleika með svefn og algeng kvörtun líka þurr húð og kláði. Þetta er það sem fólk kannast við. Þetta er svona einkenni.